Þá kom að þriðja lið að dagskrá, stofnun- og athafnasvæði við Súluveg, aðalskipulagsbreyting, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Já, hér þriðji liður stofnun- og athafnasvæði við Súluveg, aðalskipulagsbreytings, sem frá 22. desember 2021. Gera það breytingu á aðalskipulagi Akureyrar frá 2018 til 2030 í tengslum við gerð deiliskipulags fyrir athafna- og stofnanalóðir við Súluveg. Breytingin felst í því að athafnasvæði sem merkt AT13 á aðalskipulagsuppdrætti stækkar 0,2 hektara til austurs og leið minnkar svæði SL7 sem græni trefillinn sem samsvarandi stærð. Meirihluti skipulagsráðs leggur til við bæjarstjórn að breyting á aðalskipulagi verði samþykkt. Að mati skipulagsráðs óverulega breytingu að ræða í samræmi við 2. málsgrein 36. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010, þar sem breytingin hefur hvorki í för með sér verulega breytingar á landnotkun, né hún líkleg til að hafa áhrif á einstaka aðila eða stór svæði. Þórhallur Jónsson D-lista og Grétar Ásgeirsson B-lista sátu hjá við afgreiðslu málsins í skipulagsráði og langar mig að gera grein fyrir atkvæði mínu hérna á eftir. Ég kem ekki til með að samþykkja þetta eða greiða atkvæði með þessu, þar sem atvinnustarfsemi sem þessi, þar sem meðal annars búið að leyfa og gefa heimild fyrir olíuskilju og fleiru, að hún heima annars staðar í bænum, þannig að ég kem til með að greiða atkvæði á móti þessu. Takk. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka undir með bæjarfulltrúa Þórhalli og sammála hans afstöðu og mun einnig greiða atkvæði gegn tillögunni. En ég legg líka fram fyrir hönd okkar Þórhalls og Sóleyjar Bjarkar eftirfarandi bókun sem svohljóðandi. Við teljum óæskilegt og ekki í samræmi við þá framtíðarsýn sem við teljum heppilega við innganga náttúruperlunni við Glerárdal að auka umfang iðnaðar og athafnastarfsemi á svæðinu. Þá teljum við óæskilegt að þrengja að og minnka græna trefilinn, þar að segja gróðurík svæði sem ætlað að ná umhverfisbyggðina á Akureyri. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið málsins. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara aðeins taka upp hanskann fyrir þetta fyrirtæki sem að biðja þessa breytingu. Þetta kannski vanþakklátt starfsemi sem að snýra hreinsun á niðurföllum og holræsum og svo framvegis, og ekki margir sem að ganga fram fyrir skjöldu til að styðja þessa starfsemi, en eins og tillagan ber með sér þá þetta mjög óveruleg breyting á skipulagi og rýrir græna trefilinn 0,2 hektara af held ég 170 hekturum ef ég man rétt, og fyrir utan að okkur í lófalagið að stækka græna trefilinn 100-falt þetta á öðrum svæðum sem ekki hefur verið ráðstafað, þannig að mér finnst þetta sérkennilegt að leggjast gegn þessari óverulegu breytingu og ég mun styðja hana. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið málsins. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara segja að ég hluti af þessari bókun og vil bara segja að þetta hefur ekkert með í raun og veru fyrirtæki sem slíkt að gera eða starfsemi. Þetta okkar ábyrgð að ákveða hvaða starfsemi við viljum hafa hvar í bænum, og á þessum stað sem þegar við hugsum til lengri framtíðar þá tel ég bara þessari starfsemi betur setta annars staðar. Þannig að þetta ekkert sem að snýr að starfseminni að ég sé á móti þessari starfsemi eða móti þessu fyrirtæki, alls ekki, heldur bara hvar þetta á að vera, og það okkar ábyrgð að skilgreina það, hvar við viljum hafa hlutina og horfa til framtíðar með það. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið málsins. Orðið laust. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Þeir sem geta samþykkt tillöguna gefið merki. Það eru 8. Þeir sem á móti. Það eru 3. Takk fyrir það.